Dagur, stór dagur, enn eitt stóri dagurinn í íslensku íþróttalífi og bara íslensku sögu. Já, þetta var algjörlega magna og ég held að maður sé bara ekki búinn að taka þetta alveg inn, satt verið að segja. Þetta er eftir Finnlandsleikinn þá einhvern veginn var maður svona búinn að gefa þetta svolítið frá sér, en svo komum við bara tilbaka og tókum þetta allt saman og ég veit eiginlega ekki hvar þetta lið endar bara. Það er oft talað að fólk sé ólýsanlegt en þessi strákar, þeir hljóta að vera næst í að vera ólýsanlegir. Já, þeir fara þetta líka á svo mikilli hógværð og þeir eru svo heilsteyptir í því sem þeir eru að gera. Ég held að bara mjög margir í samfélaginu geti tekið á sig til mikilla fyrirmyndar, satt verið að segja. Væri ekki til að taka nokkra nema þeir í kosningabaráttu? Alla, helst. En málið sem brennur mest á vörum landsmanna, það er nýr þjóðarleikangur. Já. Ef ekki núna, þá er það aldrei. Nei, borgin er búin að vera að ræða þetta bæði við KSÍ og síðan við ríkisstjórnina. Það er að vísa engin ríkisstjórn núna, en ég á von á því að við setjumst niður leið og komið ríkisstjórn í landið og sjáum hvernig við getum fundið út úr þessu verkefni, þannig að allir geti haft sóma af. Verður þú í Rússlandi næsta sumar? Við vorum nú bara að ræða, ég og Arna kona mín í hálfleik. Það er ekki alveg búið að ræða það, en wow. Við byggumst heldur ekkert við því að vera í Frakklandi en við vorum þar í margar vikur. En næsta mál, nú að vera að líða miðnætti, það veist að allir skemmtistaðir loka klukkan 1. Já, þeir gera það flestir og ég veit ekki til þess að neitt að við sóttum auka leyfi, en ég og engan síður vona því að veri stuð og stemning frameftir í bænum og allir bara njóti þess. Og svo bara bíðum við spennt eftir að dregið verði í riðla í nóvember. Svo heldur veislan bara áfram. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Takk hérna. Takk.